Já, hér þá blöndu rás og þess að hér eru tveir þéttar í raftengingu, 4 mikró, 3 mikró og hér eru tveir hliðtengdir, 5 mikró og 6 mikró. Spenningur 100 volt. Við byrjum á einfalda rásina. Þessir tveir hér gerum þá að einum þétti, svo hérna, þeir eru þessi hér og þessir tveir hérna, þeir eru þessi hérna. Og þetta bara svona eins og hlitind viðnám, 4,3 delt með 4 + 3 er þetta 12 delt með 7, 1,71 mikrofarad er þéttirinn hér, sem eru þessi tveir hérna. Þessi tveir hérna sem eru hliðtengdir, þeir bara leggja saman, 5 + 6 er 11 mikrofarad, en þessi hér er 11 mikrofarad hérna. Þessi hérna. Þá þurfum við aftur að taka hringa á þessu, þá er það aftur orðið tveir rafeindir þéttar, til að fá einn þétti. Þá er það bara þessi sinnum þessi, delt með þessi + þessi, eins og hlitind viðnám, og fáum hérna þessi þéttir sé 1,48 mikrofarad á stærð. Við höfum hent þessum 4 þéttum í burtu og teknað eina rás með einum þétti sem er 1,48 mikrofarad. Og hér eru 100 volt. Fjöldi rafeinda í þessum þétti hérna, Q-ið, fjöldi rafeinda, er rimd sinnum U og það er þá hérna 1,48 mikrofarad sinnum 100 volt. Og þetta er það bara 148 mikrokolomb. Eða mikró sem er margfaldum, þá fáum við út mikró. Og rimd sinnum spenna er hleðsla sem er gefið upp með kolomb. Það eru 148 mikrokolomb í þessum þétti hérna. Hér eru 148 mikrokolomb sem er fjöldi rafeinda í þéttinum. Og það er þetta sama dæmi, hér er eitthvað straumur, dygg. Hann er líka hér, dygg, og hér er þá hérna, og hér í þessum þétti hér eru þá 148 mikrokolomb, og þessum þétti hér eru 148 mikrokolomb, þess að fjöldi rafeinda svo sami hér, og þessum tveim hér eru líka 148 mikrokolomb. Þannig að fjöldi rafeinda sem er þessum eina þétti hérna, hann er líka hér og hér og hér, að þetta er að hlaðana þétti hér, það er ákveðin straum og sá straumur rennur hér niður og hvíslast hér í gegn. Nú, það er hérna spennuna hérna er C1, hérna er C1, hér er C2, hér er C3, hér er C4. Þannig að U, C1 er þá jafnt og, hendir yfir U, rimd deilt til hleðslu. Hleðslan er 148, deilt með rimdinni, 4 mikrofarad, þetta eru mikrokolomb og eitthvað spenna hérna. Og spennan er við C2, sami fjöldi rafeinda, 148 mikrokolomb, deilt með 3 mikrofaradum. Svona, þið fá svarið í voltum, og já, og spennan er við þess að báða hérna, það er sama spenna við að báða. Hún er þá U, C3-4 er 148 mikrokolomb, deilt með 11 mikrofarad sem er þeirra rímt samanlögð. Það er eitthvað spenna hérna. Þessi spenna plus þessi að gefa 100 volt. Og nú bara lemjum við þetta í vilna. Sjá. 148 deilt með 4, 148 deilt með 4. Þetta eru 37 volt hérna. 37 volt, 148 deilt með 3. Það eru 49,3 volt hérna. Og 148 deilt með 11 eru 13,5 volt. Og maður sjá, 37 plus 49,3 plus 13,5, 99,8, segjum bara cirka 100 volt. Og við vitum hleðsluna á þéttinum hér, það er 148 mikró, sama hér. Við vitum ekki hleðsluna á hvorum svo þétta hérna. Við vitum svo spennan yfir að báða. Spennan er 13,5 volt yfir þennan og líka við þennan hérna. Þannig að til að finna fjölda rafeinda í þéttinum hér og hér, fjöldi rafeinda hérna, Q, ringþéttisins, sem er spennan yfir hann. Þannig að Q C3 er U sinnum C eru 13,5 volt sinnum 5 mikrofarad
og hleðslan, það fylgir rafeinda í C4 U sinnum C, sama spenna, 3,5 volt sinnum 6 mikrofarad. Og þetta á að gefa ykkur að tölu og þær samanlagðar, þetta er kolombum, mikrokolombum, þær samanlagðar eiga að vera 148 mikrokolomb. Þannig að 13,5 volt þarna, 13,5 sinnum 5 mikró eru 67,5 mikrokolomb og 13,5 volt þetta sinnum 6 mikrofarad er jafnt og 81 mikrokolomb og maður leggur þetta saman, 81 pluss 67,5 148 komið, já, segja bara þetta 148 mikrokolomb. Spurningum um einhverja aukastafi. Já, við fyrir aðeins fara yfir hvað við vorum að gera. Hér er svona blöndurás, spennugjafi, 2 þéttar raðteindir, 2 þéttar hleðteindir. Við byrjum að einfalda myndina, þessi hér mynd. Þessi 2 þéttar sem eru raðteindir, bútið 1 þétt úr þeim og það með því að gera svona bara 4 sinnum 3, deilt með 3 pluss 4, 12 deilt með 7, þetta er bara svo, þetta séu 2 hliðir viðnám. Og hérna, þéttirinn hérna niðri, þeir eru 5 og 6 mikrofarad, þeir leggjast bara saman, 11. Þannig að nýr myndir hérna, 1,71 mikrofarad hérna, sem 2 hér, sem 2 hér, 11 mikrofarad. Og þá þurfum við að taka þessar 2 hérna, 2 þéttar raðteindir, það er þá aftur saman sagan, 1,7 sinnum 11, deilt með 1,7 pluss 11 og þá fáum við nýja mynd sem er 1 þéttir, 1,48 mikrofarad. Þannig að þessi þéttar hér alltaf saman, þú tekið á að henda þeim og sett 1 þétti sem er 1,48 mikrofarad í staðinn fyrir þá. Og næst þá komum við heildarrýmdina, það er þetta hér, 1,48 mikrofarad. Heildarhleðslan, það sem fylgir rafeinda sem kemst í hérna þétti þegar það er 100 volt, það er bara margfeldið hérna, 1,48 sinnum spennan, Q hérna, rýmd sinnum spenna og fáum þátt 148 mikrokolomb sem er fjöldi rafeinda hérna. Og sá fjöldi rafeinda er í þéttunum hér og þéttunum hér og þessum 2 þéttunum saman hér. Ástæðan er svo að þegar koma þessum rafeindum hér fyrir þá verður ákveðinn straumur hér niður. Sá straumur er hérna og svo kvistast hann hér á milli. Þannig vitum við fjölda rafeinda hér, við þessum þeim saman og við vitum rýmd allra þéttana. Og það hefur við fundið spennuna á þessu. Hérna, rýmd deilt upp í hleðslu og spennan á C1, C1 er fjöldi rafeinda hérna í þéttunum, 148 mikrokolomb, deilt með rýmdinni, 4 mikrofarad, fáum 37 volt. Spennan á 2 hérna, sem er 3 mikrofarad, það er fjöldi rafeinda, 148, deilt með 3, 49,3 volt. Og spennan er þess að 2 hér samanlagt, það er bara þessi saman fjöldi rafeinda, 148, deilt með 11, af því hér er 6 og hér er 5, og fáum 13,5 volt. Og til að finna hleðsluna á þéttunum hér, við vitum hana hér, 148, 148, til að finna hleðsluna hér getum við notað hlutfallareikning eða þá að því við vitum spennuna yfir þéttana, við vitum rýmdina, það er bara margföld þetta tvennt saman. Það gerum við hér. 13,5 volt, sinnum 5 mikró, er svona margar rafeindir, 67,5 mikrokolomb og hérna sama spenna, sinnum 6 mikrofarad, 81 mikrokolomb. Nú þarf að finna allt. Einfalt. Takk fyrir.